Jæja, nú lítum við hérna á sýnidæmi úr fyrirlestri 2. september og það á að finna út hvaða mál þessar þrjár gríðgengu stöðuvélar þekkja, hvaða mál þær þekkja. Og fyrsta við lýsum satt, það hérna þetta gríðgeng vélarna sem tveir möguleikar á að komast úr stöðu Q0, annarkvæmt förum við stöðu Q1 eða Q4 hérna, ef við lesum A. Og við sjáum sem sagt að það eru tveir möguleikar á að þekkja streng, það er að þekkja fara hér með A, A og A. En ef strengurinn er 3A í röð, þá er hann í málinu. Hinn möguleikinn er að fara hérna niður og lesa A tvisvar, þá erum við komin í lokastöðu, eða tvisvar í viðbót, þá erum við enn í lokastöðu, eða samtal 6 sinnum. Þannig að við sjáum að þetta er sagt allir strengir sem hafa sléttan fjölda A-um, þar með talið 0. Og með mengatalnum getum við lýst þessu svona. Við getum líka sagt í orðum allir strengir með 3A eða sléttan fjölda af A-um. Nú, næsta sýnidæmi, þá getum við sem að lesa hérna ekki neitt, þannig að lambda þarf að vera samþykkt. Svo getum við lesið hérna 0, 1, þá erum við ennþá í lokastöðu, eða aftur í lokastöðu, og við getum haldið áfram að lesa 0 og 1. Þannig að þessu getum við lýst með mengi svona, að þetta er sem sagt 0, 1 í endaveldi. Er eitthvað aðrir möguleikar? Já, við gætum lesið hérna 0 og svo aftur 0. Eða við gætum lesið tóastrenginn, eða við gætum lesið 0 og 1 og 0 og 1 og farið hér. En við sjáum að ef við erum komin einhvern tímann í Q2, þá er engin möguleiki að halda áfram. Þannig að það gefur okkur ekki neina strengi til viðbótar að fara hingað. Þannig að þetta er allir strengir. Þannig að niðri, þá getum við lesið A og þá erum við komin í lokastöðu. Við getum líka að fara hérna gegnum þessa lykkju, lesið sem sagt A og svo ekki neitt, og svo ekki neitt, og aftur A, og við sjáum við getum farið svona endalaust. Þannig að ef við erum með einhverja röð af A-um og minnst 1A, þá þekkir þessi vél strenginn. Hérna þarf sérst enn að vera stemmið 1 og 1, þannig að það verður að lesa fyrsta A til þess að komast. Nú þá lítum við á sýnidæmi 2 og það snýst að finna löggenga stöðvél, löggenga endanlega stöðvél, þessar gríðgengu vélar hérna sem við sama og vorum með í síðasta sýnidæmi. Það var svona að þekkja annað 3A eða sléttan fjölda A-um og við byrjum sem sagt á því að hérna þekkja þá 2A til dæmis og þá erum við að vera komin í lokastöðu. Og svo ef við lesum 3A, þá erum við líka í lokastöðu og líka ef við lesum 4A. Líka ef við lesum 6A, og það getum við sýnt svona. Ef við förum hérna 1, 2, 3, 4, 5, 6A og við sjáum að með því að enda á þessari lykkju hérna þá erum við að þekkja allar strengi í málinu. 3 eða sléttan fjölda A-um, þar sem að sléttan og ekki bara 0A.
Og þá lítum við að sýna dæmi 3. Þannig að búa til breiðgenga vél til að þekkja einhvern tiltekinn kóða. Hann annarkvort 2 hástafir og svo 2 eða fleiri lágstafir og svo 1 tölustafur. Til dæmis svona gæti verið AB eða bara AB í miðjunni. Og svo annar möguleiki og það eru strengir sem byrja á A, svo koma einhverjar tölur og svo enda þeir á B. Þannig að þessar 2 gerðir af kóða og við byrjum þess að því að búa til hérna upphafsstöðu með 2, við bara skrifum möguleikana hérna, við lesum A eða B og svo aftur A eða B. Þá erum við að lesa þessar 2 upphafsstafi, svo lesum við A eða B lágstafina og þeir áttu að vera 2 eða fleiri og það getum við gert með því að lesa hérna fleiri með svona vikka á þessari síðustu stöðu hérna. Svo koma tölustafur, 1 eða 2 og þá erum við komin í lokastöðu. Þetta áttu þetta tölustafin áttu að vera bara 1 eða 2. Svo einhvern var það gert. Og svo gátum við líka lesið fyrsta og svo 1 eða fleiri tölur og það gerum við lykkju til að geta gert fleiri en 1 tölu og svo endum við á B og þá erum við aftur komin í lokastöðu. Þannig að það getur svona einfaldan hátt lýst vél sem við getum lesið og hreint svona eitthvað 1 af 2